Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Í tilefni 15 ára afmæli Landstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is. Hver eru þið og hvað eru þið að gera hérna? Við erum á sunnan. Hvað var þetta? Hver er að tala? Þið þurfum ekkert að vera hrædd, þetta er allt í lagi, þetta er bara við Magga og við færum ykkur sitthvað af Suðurlandi á næsta hálftíma eða svo. Já, við heilsum á sunnan og að þessu sinni erum við stödd í Vestmannaeyjum þar sem þeir ótrúlegu atburðir hafa gerst að úlfurinn er stunginn af úr sögunni Rauðhettu og farin að ángra sögupersónur í allt öðrum sögum. Ég er búin að lesa ævintýrabókina svo oft að ég kann hana næstum í utan. Ég gæti kannski hjálpa mér að finna hvað ævintýri úlfurinn og komið með hann aftur hingað. En við líka stefnumót við Bjarna í Bjarnabúð í Reykholti í Biskupstungum. Það þótti fréttnæmt og var tekið fyrir á Þorrablóti þegar við fórum að selja til dæmis smokka. Og svo eru það listamennirnir í Sólheimum og þar ætlum við að byrja. Æ, takk, elskan mín fyrir þetta. Þetta er ég. Þetta er þú. Þetta er ég. Já. Er þetta þá Sighvatur? Já. Nei, það er ekki bara. Það er ekki bara fínt. Já. Ha. Já. Við þrjú. Þrjú, já. Mér finnst þetta nú bara svolítið líkt honum. Ég er ekki með svo kissilega varir. Sólheimar er einstakur staður og listalífið þar á sér langa sögu, jafn langa og staðurinn sjálfur. Ég hugsa að hann byrjaði bara 1930, markvisst, sko, í sköpunum sem að Cecilia kom fram með. Menningarveislan hins vegar, sem að byrjaði fyrir 10 árum síðan, er þá staðurinn bara undirlagður og alltaf einhvað nýtt að gerast, einhvað í þróun. Og þá erum við bara að sýna okkar flottasta, það sem við erum búin að vera að vinna yfir veturinn. Og þetta ár var einstakt við að hérna 85 ár afmæli, 30 ár frá því að Reynir Pétur gekk Íslandsgönguna, frægu, sem að breytti viðhorfi til fatlaðra á Íslandi. Og 30 ára afmæli Skátafélags Sólheima, sem ekki fyrir mikið fyrir en er alveg einstaklega skemmtilegt. Hver er þetta sem þú ert að sauma hérna? Já, sem er Halldór Larsnes. Er hann í uppáhaldi hjá þér? Já, hann er þegar gljóðstunni í mjómsveitinni. Ertu þaðan? Það er eftir 11-12 ár í Granda. Já. Og þekktur hann? Já. En hvernig dattir í huga að fara að sauma hann út? Það var bara að pröfa ég á Karen hérna í tilvunni. Gaman að sauma svona út. En af hverju hafði hann svona bleikan? Ég fann ekki alveg andlit handa á hann. Fann ekki andlitslit. Þetta klæðir hann mjög vel. Já, Jú. Á hverju sumri er haldin menningarveisla sem ótal gestir njóta með heimamönnum og svo mikið er víst að eftirspurnin eftir listaverkunum er mörgum sinnum meiri en framboðið. Sýningarnar yfirleitt eru bara uppseldar. Ég man 2007, þá var sýning sem var seldust upp samdægurs. Það var hann Einar Baldursson, snillingur. Hann byrjaði í að vinna við að búið til skálar í smíðastofunni. Var einhver slæmur í hendinni og fór þá niður í leirgerðina, var þar bara að teikna. Og þá kom þessi listaverk öll upp og hann teikna myndinar og svo var öll vinnustofan sem aðstofaði við að mála. Þannig að það var standið það var þetta sameiginlegt verkefni. Og síðan að því að hann er að vinna í leirgerðinni að teikna, þá var það Ingibjörg Hallsdóttir sem ákvað að flytja upp í leir. Og það rjúka út líka. Hún býrtist eitt og hún er farin nánast samdægur. En það er ekki til í búðinu lengur. Nei, en hingað fara vörurnar og eins og segir staldra þá stutt við? Já,
að því að við erum ekki að framleiða bara til að framleiða, heldur þetta gert af ást og alúð, þessi verk, og þau fá stjórna svolítið sínum hraða, þá verður þetta alltaf verðmætar. Og verðmætið miklu meira en verðmiðin segir, í raun sko. Við erum að prjóna, ég að prjóna þetta búk og svo eru annara vinnustofu eftir hádegi. Og hvað fer að gera þá? Við erum að pússa á smíðaskóli. Og hvað, þetta er svo fallegar vörur hérna, er hægt að kaupa þetta einhvers staðar? Er þetta að fá þetta einhvers staðar? Í búðinni. Já. Þetta fer allt þangað? Já. Hvað finnst þér skemmtilegast að þessu? Við erum skemmtilegt að prjóna og skemmtilegt að prjóna og pússa. Þannig að þetta er fínn dagur í dag? Já, mjög fín. Ég finnst mjög gaman á Sólheimu. Svo fyrir ég bara án í skólan, að baka köku. Ertu að fara í matreiðsluskóla, kokkaskóla? Ekki nú eftir jól. En svo er fleira hér í þessari stórmerkilegu búð heldur en all listaverki. Það er mjög margt sko, og þessar vinnustofur okkar þeir eru að framleiða úr pappa, við erum alltaf með jurtagerð, við erum að gera sápur og krem og ýmislegt annað, varasálfa. Við erum að gera hérna náttúrulega grænmetið okkar, lífrænt grænmeti, mjög vinsælt. Það er það sama, það kemur hingað og við erum að selja eitthvað í bæinn líka sko. Við erum með bakari, Sólheimabrauð til dæmis, það er besta brauð í heimi. Samkvæmt gestabókinni í Íþróttaleikhúsinu komu tæplega 20.000 gestir í heimsókn í sumar og eflaust hafa einhverjir gleymt að kvitta. En nú er komin vetur og þá breytist lífið á Sólheimum. Já, það gerir það. Róast svolítið, við byrjum eiginlega aftur að vinna. Því að sumarið er svolítið svona tími til þess að bara njóta, við erum í sumarfríum og staðurinn er bara svona eins og hann er bara dásamlegur. En hérna þá fer svona starfið aftur í gang sko, almennilega og markvisst. Hvað er það sem heillar fólk mest sem kemur hingað? Það ekki bara viðmótið og fólkinu hérna, það er allir tilbúin að taka móti. Það er bara, já, samfélagið, það er umhverfið, það er náttúran, það er svo margt, brosið. Ég er að prjóna strífur. Svona eins og þennan hérna? Já. Og hvernig gengur? Það gengur bara ágætlega. Er langt síðan þú byrjaðir að prjóna? Já, ég gamla þetta prjóni alveg svaklega mikið. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir, manstu það? Ég kom þarna 6 ára. Komstu hingað 6 ára? Já. Og byrjaðir strax að prjóna? Já, og svo hætti ég áfram að prjóna. Já. Og ertu aðallega í treflunum? Jú, í dúkunum. Líka? Þessi rauði dúku eftir mér. Þannig að þú ert að vefa líka? Já, ég vefa jóladúkana líka. Svo heyrði ég að þú hefðir alveg svona sérstakt hlutverk hér á hverju morgni. Ég segi hvaða dagur er og svo koma hinn og segja eftir það sko. Og þá getur maður haldið glaður út í daginn? Já. Hver eru þið og hvað eru þið að gera hérna? Ég held það sé best að ég gerði ykkur höfðinu styttri. Það eru skylmingar í þessu og líka með sverði í stífulega köttunum. Ég er alltaf ógeðslega hrædd þegar kemur að því. Það er ekkert plat sko, ég er hrædd þegar hann kemur með sverðið. Af því að ég er ógeðslega hrædd við þetta sko. En ekki gera ykkur höfðinu styttri. Af hverju ekki? Ég er stífilaði kötturinn. Ég rætt öllu í þessu ævintýri. En það er engin bók eins og ævintýrabókin mín. Það er engin bók sem er jafn skemmtileg og hlý. Ég byrja bara 2012 þegar ég tek átt í sýningunni Galdrakallinn í Ós. Hvað heillar við leikhúsið? Það er gaman að vera í kringum fólki bara sem tengist leikhúsinu og ég fæ að taka mína athyglisbrest út hér. Ég er náttúrulega með mestu athyglisíki í heimi sko, þannig það er bara mjög gott að fá að vera hér þá. En er það endilega slæmt að vera með smá athyglisíki? Nei, það er bara gaman sko. Það er ekkert að því. Og sem nú raun þetta kom inn í skóginn, mætti hún Úlfur. Úlfur, þú bresti þótt að hitta mig
Vertu sælir þetta mín og ég byrja að heilsa henni ömmu þinni. See you later, alligator. Mamma og pabbi voru bæði í leikhúsinu. Ég man fyrst eftir mér inn í leikhúsi þegar að mamma var að hjálpa til þegar það var að setja upp Emil í Kattholti. Ég byrja þegar ég var 2008 þegar það var sett upp hárið hérna. Þá kom ég hérna inn í fyrsta skipti sem leikari, lék þar 3 lítil hlutverk. Svo tók ég þátt í Grýla gerir uppreisn. Svo tók ég þátt í Don't Stop Believing. Það var ég í hljómsveitinni. Svo var ég í hljómsveitinni líka í Litlu hryllingsbúðinni og svo núna í þessari sýningu. Og ert þú þá núna loksins orðin aðalstjarnan? Ég segi það nú ekki. Tekur svo öllum með svona voðalegri hóværd bara. Ævintýranna versta dýr. Ég meistari óttans, margfaldur grimmi. Og það sem sagt aðalkarakterinn Dóra sem á þessa fínu ævintýrabók. Og í henni eru alls konar ævintýri, öll hennar uppáhalds. Hún kann þessa bóku utanbók af því að hún hefur lesið hana 150.000 sinnum. Og hún ákveður að hana langi að lesa Rauðhettu og úlfinn. Og nema bara það að í þetta skipti þá úlfurinn orðinn svolítið þreyttur á sig. Hann eiginlega nennir þess ekki lengur, þannig að hann bara svona stingur af. Krummi. Loksins! Dóra fær veiðimanni með sér og þau fara í rauninni á eftir úlfinum í gegnum öll önnur ævintýrin í bókinni að leita hann til að koma hann tilbaka. Nei, þú ert úlfurinn! Hvað úlfur? Úlfurinn úr ævintýrinu Rauðhettu og úlfinn. Hann strauk af því að vildi ekki láta setja steina í væna sér. Þegar ég er að flakka á milli ævintýra þá fletti ég bókinni. Og þá það gengur eiginlega upp á það að ég fletti bókinni og þá er ég komin inn í annað ævintýri. Komdu með hestin minn eða þú munt hljóta verra af! Átt þú þér eitthvað uppáhalds ævintýri af þeim ævintýrum sem farið þér í gegnum í verkinu? Já, Öskubusku. Ég elska Öskubusku. Horfur og glánum 2 í viku eða eitthvað, sko. Því að elska bara Öskubusku, bara síðan ég var lítil, sko. Ég var bara alltaf að elska Öskubusku. Það húmor í þessu, þetta ekkert væmið. Það finnst mér skemmtilegast við þetta, vera húmorinn. Viltu ekki vita hvað leikriti heitir sem þú ert í? Nei, mér er alveg sama. Hérna. Ég er varmaður, vondu drottningarnar í Mjallhvít. Og ég ásamt öðrum varmanni, við tökum svona smá skylmingaratriði. Það við erum að sanna hversu harðir við erum, hversu góðu varmenn. Svo eftir það þá hleyp ég niður og ég kem upp í kjól sem amma Rauðhettu. Það eru mín 2 hlutverk í þessari sýningu. Það byrjar rosalega þungt og þú heyrir ópin í okkur, þetta virðist grjóthart. En síðan nálægt endanum þá hrinnur þetta alveg í sundur hjá varmennum af því þeir eru dálítið trúðar, sko. Þeir vilja líta út eins og þeir séu, sko, þessi stóru en þeir eru algjörður, sko, þetta eru teiknimyndafígúrur bara, nánast. Sverðin sem allir hinur og þeir eru dálítið létt. Þetta er frekar þungt. Þetta er allt í úlfinu reyndar, sko, því þú þarft að vera svo laus. Þú ert að leyfa sverðin að gera meira fyrir þig. Ég kom fyrir einn æfingar sem við hittum ekki rétta hreyfingu og ég fekk þetta sverð í puttana mér og blæddi og en við hlófum bara og taka 2. Þú þarft að treysta á hvað þú ert að gera með þetta því annars fer þetta úrskeiðis. Og þess vegna er vantarlega betra að hafa sverðið þyngra en ella? Oftast, já. Því þyngra verða höggin og þá verður þetta svo stórt. Ég held ég hafi bara aldrei á þessi gamla konu með svona óskaplega stóran munn. Það er bara svo ég auðveldra með að gleypa svona væng. Bíu að! Þú ert ekki gömul kona! Þú ert vondi kallinn. Jú. Hvernig er það? Það er öðruvísi. Ég svo sem hef alltaf séð mig frekar sem manneskja sem að getur leikið vondakallinn heldur en góðakallinn. Kannski því að ég er svona rámur í röddinni og svona ég hef alltaf verið hrifnari af því að fá að vera vondi kallinn. Það vilja allir vera góði kallinn. Þú veist, allir krakkarnir, þeir sem vilja alltaf vera prinsinn og
eða prinsessan og allt annað eins. Ég vil frekar vera úlfurinn. Ég hrifnari af því að ég veit ekki, mér finnst það bara meira gefandi. En núna kemst ég til þín og get ég til þín! Það kemur kannski svolítið á óvart þarna í lokin, þannig að ég fari kannski of mikið út í það að úlfurinn hann á sér eina manneskju sem hann er hræddur við meira en nokkuð annað. Og ég held að komi flestum rosalega í opna skjöldu hver það er og af hverju. Það er allir hræddir við eitthvað og úlfurinn er hræddur við þessa mannesku. Hérna er ég náttúrulega fæddur. Í þessu húsi? Já. Byggði svo þarna. Var hérna í 30 ár. Byggði þarna og var þar í 30 ár og er fluttur aftur í gamla húsið og alltaf sé ekki hæfilegt að vera þar í 30 ár í viðbót. Já, eða 30 pluss 30. Já, nei, alltaf sé ekki alveg nóg. 120 er ekki fínt, það myndi hæfa þér vel. Ég veit það ekki, menn er nú að leiðir á mig þá. Þetta er Bjarni sjálfur. Hann heitir Bjarni Kristinsson og flestir sem þekkja hann kenna hann við Bjarnabúð sem hann á og rekur ásamt Oddnýju konu sinni. Hann er fæddur og uppalinn á Brautarhóli í Reykholti og þar hefur hann unnað sér vel alla tíð. Hérna eru auðvitað fyrstu skrefin og hér voru auðvitað litli skurðir og annað sem að maður hjólaði kannski í gamla daga og lék sér hérna við krakkana og auðvitað hérna í Reykholtinu voru krakkar á sama reki og það var náttúrulega stundum hljóp kapp í kinn og einum góðborgaranum man ég eftir að ég hendi hér yfir girðingu og í skurð því að hann var svo leiðilegur en við erum nú ágætis vinir og nágrannar ennþá að ég best til. Hvernig var að alast hérna upp, Bjarni? Hvernig var að vera strákur í Reykholti? Það var bara ljúft og fjölbreytt hér í holtinu, sko. Það var ýmislegt sem hægt var að leika sér við og krakkarnir hér voru mjög samrýnd og stutt í skólan, en auðvitað var ekkert gaman. Ég náttúrulega man fyrir öllum þessum áratugum sem að systir mín fór með mig í vorskóla eins og hétt. Ég held að ég hafi nú grenjað á hérna bögglaberanum alla leiðina. Mér langaði nú ekki í skólan. Ég kem hérna sem kaupakona 1976 og ég má nú ekki segja það en ég er á einni ennþá launin mín fyrir því sumari. Þannig að kaupakonan hefur bara verið blikkur og heilluð upp úr skónum? Hertekin hérna. Sérðu nokkuð eftir því? Nei, þetta er búið að vera mjög bara gott að vera búið hérna. Við sem vantar með sjóin. Já, það er ekki mikið um hann hér. Nei, það vantar. Eina sem vantar. Upphafið á Bjarnabúð má rekja til hins íslenska steinolíufélags og ársins 1947 þegar Kristinn, faðir Bjarna, hóf að selja olíu og bensín. Síðar var til sælgætishorn þar sem fá mátti Prins Pólo, Spurkóla og Sjö upp eins og það hét í tungunum og áfram óx vöruúrvalið þar til Kristinn hætti þá á áttræðisaldri. Upp úr því tökum við og byrjum hérna 1985, byrjum svona með brauð og eitthvað svona tannbursta og eitthvað svona sem að fólkið þurfti helst. Og síðan náttúrulega hefur þetta þróast bara svona upp í svona eins og maður segir þar sem að fólk sko helst þarf á að halda. Það er plástur, sólavörn, það er náttúrulega nauðsynlegt að eiga svoleiðis hérna í tungunum að sjálfsögðu. Það er verið sæltir. Ekki drögum við úr því. Nei. Og þetta fyrst, þetta er náttúrulega eiga svona aðal nauðsynja vöru fyrir heimafólkið og svo ferðafólk. Það er náttúrulega óhemjum mikill fjöldi af hérna útlendingum sem koma hér yfir sumarið
Þetta versla ekkert mikið, fólk náttúrulega þarf ekkert að versla kannski mjög mikið það, en þó, menn þurfa alltaf að hitta eitthvað. Ég heyrði haft eftir þér að þú hefði sagt að ef það fæst ekki bjarnabúð, þá þarfst ekki á því að halda. Er þetta satt? Ég veit það nú ekki, ég held nú kannski að þetta sé nú saga af einhverjum öðrum, en eftir bráðum eða 30 ára þá auðvitað vitum við nokkuð svona hvað fólki vantar og hvað þarf að eiga. Þetta er ekkert venjuleg búð? Nei, já ég veit ekki, ég vann aldrei í búð áður en kem hingað og svo sem veit ekki hvernig venjuleg búð. En þetta er svona eins og félagsmiðstöð oft hérna og fólk kemur hérna og hittist og spjallar og hér koma alls konar fólk, sko, ferðamenn og sumarbústaðafólk. Maður veit aldrei hver er næstu sem maður þarf að afgreiða. Getur verið drottningin á Noregi eða jafnvel. Og er öllum tekið eins bara? Já, við reynum það. En það allavega var sem þyrla eftir honum. Bróðir hans var að stömmra yfir honum að hann vildi endilega fá að fara líka. Já, var það ekki? Þetta er svona miðstöð. Hingað kemur fólk og hittir hvort annað, ræðir málin og jafnvel svona deilir gleði og sorgum. Er það ekki rétt? Jú, ég held að það sé alveg ótt að segja það að einhvern veginn ef að eitthvað kemur verulega mikið upp á svona stórslys eða eitthvað að ég held að flestir þurfi að hitta einhvern og við auðvitað verðum vörfið í svoleiðis tilfellum að fólk þarf að létta á sér eða eitthvað aðeins að fá að ræða málin. Það er náttúrulega skemmtilegast að eins og konan Oddný segir að ég hérna stundi almannatengsl hérna. Þetta er langt skemmtilegast að hitta allt þetta fólk sem að kemur og er ekki alltaf mikið að flýta sér. Og auðvitað leysa úr einhverjum vanda, það er auðvitað mjög mér finnst mjög gaman ef að einhver er hér eiginlega alveg arfavitlaus út við tankinn og það er allt ómögulegt og þá er gaman sko þegar maður hefur tækifæri til að leysa úr því og láta kúnan fara eins og hann hafi farið bara réttum meginn fram úr morguninn sko. Þá er gaman. En hvernig er að búa hérna í dag? Það er held ég bara mjög gott, held ég sé alveg ótt að segja það og eins og maður segir ef að þessi sveit lifir ekki með öllum þeim jarðagróða sem að hún hefur og þessum ferðamannastraumi og heita vatninu, ef að þessi sveit lifir ekki þá lifir engin sveit. Æ, takk, elskan mín fyrir þetta. Ég hvað ég glöð. Að sunnan er í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600.
Í tilefni af 15 ára afmæli Landsstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is.